Þessi kallar sig Alex Clare og hér með lagið Too Close. Klukkan orðin 4 og þátturinn FM 95 Blöð hafið göngu sína þennan mánudaginn og eins og alltaf á mánudögum þá situr hér á móti mér engin annar en Björn Bragi, sexy boy. Velkomin. Halló. Hvernig ertu? Mjög góður. Nei ekki? Jú. Já, lítur vel út. Varst að tanna? Já. Fór í sund í hátteginu. Og hvert fórst í sund? Neslegina. Þú fer alltaf í sund að kemur smá sól. Já. Já, svona eins og stelpunar. Ég eins og stelpunar. Já. Það svo gott að liggja þess í spottinum og í lauginni þegar það sól. Já, það enda kósi, ég veit ekki hana. Ég vil fá gott tann en ég ekki að fara í ljós, skilur þannig ég þarf að nýta sundið, fattarum. Tannastu öðvölda? Ég svona bara miðlungs, sko. Ég verð ekki alveg kaffibrútt, sko. Nei, ég skildi. En þú hattar nú ekki að fara í sund sjálfur. Nei, Þú hefur verið að fara svolítið í sundi í sumar. Já, ég hatt ekki sund. Já, það líka bara holdt og gott fyrir líkam og sál. Já, það hressandi að skreppa í sund. En við erum með þéttan þátt fyrir ykkur í dag og ber þar hæst að við erum að fá hana Þóru Arnórsdóttir. Forsetaframbjóðanda hingað í stúdíóið í smá spjall. Já. Og það henlingur sem að mig langar að ræða við hana. Það aldrei að vita við setjum hann í einhverja þraut, sko. Já. Verður til að hendin í hraðaspurningar og jafnvel að láta hana taka eitt hvað sé í kjælinn. Já. Það verður ekki spennt. Láta hann að ringja hvert. Já. Heldur þú sér til í það? Ég veit ekki, skoðum það. Sko, málið að þegar Óli forseti kom hérna í síðustu viku á 5. þá var ég ekkert undirbúinn. Það var leynigestur. Kallar þú hann bara Óli núna eins og þetta sé besti vinir? Já, við erum alveg like this eftir hann kom hérna. Okay. Við fórum og hittum svo aftur seinni kvöldi og svo var ég hjá hann í gær og horfa á leikinn og eitthvað. Okay. Toppstrákur. Hjá mér er þetta bara Óli. Okay. Fyrir mér er hann Herra Ólafur. Já, ég kalla líka stundum Old Man. Já, old man. Já, hey, old man. Hann hlær, grenjar og hlátri þá. Já, hann er meistari. Þessi meistari. En þannig að það verður gaman að fá Þóru og við náðum aðeins svona undirbúa það betur heldur en Óla. Það sem að hún er nú ekki leynigestur. Svo erum við með sturlaðar staðarendir, Land of the Children og fleiri fasta liði sem eru alltaf hérna hjá okkur á mánudum. Og bara mikið stuð og mikið fjör. Gerður eitthvað helgina, Bjössi? Ég var bara nokkuð rólegur, sko. Já. En þú? Já, ég kíkt út að borða á eitthvað á laugardagskvöldinu. Já, ég var bara svolítið að horfa á EM, sko. Já. Og horfði á NBA í gærkvöldi og þarna á 50 daga fyrstak. Já. Sem síðusti leikur var. Með hvernig heldurðu? Ég held með OKC. Já, þetta er skemmtileg rima. Já, nema bara í síðustu tveim leikjum hafa þeir verið Choklahoma. Já, Choklahoma. Ég ætla að horfa í nótt, svo sofnaði ég bara í sófanum. Já. Það er líka óþægilt að sofna í sófanum því að ég vaknaði svo, klukkan svona 4:30 eða eitthvað. Já. Þá var staðast að koma mér yfir eitthvað og allir út í slefi og viðbjóð. Og þá er líka orðið bjart úti. Já, þetta er óþægilegt. Já, það er ekki gott, sko. Nei, sofna í sófanum er ekki góð skemmtun en við óskum Miami aðdáendum Íslands til hamingju með sigur í nótt. Frábært þáttur hér framöndunum viljum að byrja á þetta svona í rólegri kantinum. Ég hef aldrei verið þetta í þessum þetta aður. Nei, þetta er svona eitthvað sem er oft erfitt að horfa í þingunni. Mirror, Lil Wayne og Bruno Mars. Svo Lil Wayne með lagið Mirror. Nauti og Björn Bragi með ykkur til 6 í dag og stýttist hér í forsetaframbjóðandann Þóru Arnórsdóttir. Hún ætlar að koma henni heimsókn til okkar á eftir og við ætlum að leika okkur eitthvað með henni og ræða við hana allt milli himins og jarðar en það hins vegar komið að uppáhaldið margra í þessum þætti, það slúðrið, ekki satt Bjössi? Er þetta ekki vinsælasti liður þáttarins? Slúðrið? Já, ég held það. Hvað eru þessi seleb að gera núna, maður? Já, ég lendi líka oft í bara yfir að labba ekstra út á götu og einhver misti að þættinum, til dæmis sem að mista þættinum á föstudaginn, þá spyr fólk mig hvað var í slúðrinu og ég hygg ekki við að henda bara smá slúður í liði, sko. Já, þú ert alltaf með slúðupakka tilbúin, eða ekki? Jó, eða svona síðasta pakkan. Já. Mér finnst líka bara svo gott að geta upplýst fólk á svona... Þú ert svolítið að fara yfir Paris Hilton og þessar síður, eða ekki? Nei, ég fer endur ekkert inn á það. Nú? Ég er að nota mikið bara sem ég fæ sendið hérna í FM-preppinu. Já, ok. Og er stundum, sko... Og sendt bara frá selebunum? Já, ég er langt á undan öðrum miðlum hérna í Íslandi. Til dæmis með Drake og Chris Brown dæmi, þegar ég sagði frá því í FM 95 Blöð, þá var það hvergi komið. Já. Þannig að þú færst slúðri fyrst hér, það er bara þannig. Það er mjög gott. Já, það er bara þannig. Þú getur verið stoltur af því. Ég er stoltur af því og ég ætla að byrja slúðurpakkan á Matthew McConaughey. Það er nú kannski ekki dýrasta slúðrið í bænum en hann var hérna í einhverju viðtali og var að segja frá því að ástæðan fyrir hann giftist henni
Camila, eins og hann heitir, þetta Camila Alves heitir konan hans. Já, þau eru búin að vera saman svolítið tíma. Já, þau eru búin að saman í 6 ár. Já. En hann sagðist einu svona aldrei alltaf að gifta sig. Þá var verið að spurja hann hér í þessu viðtali og þá var verið að vitna í þetta kvótans þegar hann sagði hérna í einhverju öðru viðtali fyrir mörgum mánuðum síðan, hann myndi aldrei gifta sig. Og þá sagði hann að hann gat ekki annað því að hún var búin að hóta að eignast ekki fleiri börn með honum nema myndi giftast henni. Og hann vildi fá fleiri börn. Já, þau eiga strák og stelpu og hann vildi fleiri börn og var byrjaður að biðja fleiri börn þegar Camila Alves sagði já, ég skal gefa þér fleiri börn en það líka bara að þú giftist mér. Þetta ekkert sérstaklega romantískt á honum, finnst mér, að vera eitthvað að segja þetta. Eina ástæðan fyrir giftstinu var að því annars vildi hún ekki fleiri börn. Ég held að hann kannski ekki orða þetta svona. Ég held að hann hafi svona meira með sínum svona svona hress og sætur eitthvað she just put me up against the wall, I needed to marry her, I wanted some. Þetta góð eftirherma. Ég held að ég að tala í alvöru núna. Ég veit rótt með kaldæðin. Þetta var góð Matthew McConaughey eftirherma. Ég held að hann hafi bara verið svona hress og sett þetta svona upp. En þú varst með góða eftirhermu. Ok. Ég vissi ekki að þú hefðir þetta. Nei, þetta var frábær. Frábær eftirherma. Þetta var ekki gott slúður. Þú mátt vera stoltur að því. Já, svo ætla ég að halda áfram með slúðri. Og það sko nánast allir slúður. Áður hún heldur áfram. Hvað heldur að Matthew McConaughey sé gamall? Ég myndi að halda að væri fertugur. Já, 43. 43, já. Eða 42 og 43 nómur. Toppstandi. Það má eiga það enda að vera núra og ofan í hverju einustu bíómynd sem hann leikur í. Oft, já. Ég væri líka svona ef ég væri með þennan kropp. Þú ert reyndar með mjög fallegan líkama. Mér finnst þú mættir fara oftar úr og ofan. Ég hef oft sagt það. Halda áfram inn í slúðrinu og segja ykkur frá Chris Brown og Drake. Við erum búin að fjalla mikið þetta hér í FM 95 Blöð. Enda þetta svona heitasta slúðrið, bara í heiminum í dag. Þar sem að lögreglan nú að rannsaka allt þetta mál og það búið að loka skemmtistaðnum sem þeir slóist inn á. Sem einhver voða heitur skemmtistaður í New York. Og svo vill svo skemmtilega til að leikstjórnandinn Tony Parker sem að spila með San Antonio Spurs. Hann getur núna ekki æft fyrir Ólympíuleikana þar sem að hann var með Chris Brown á jamminu og fekk flösku í auga þegar sem sagt þetta er ekki alvarlegt, hann verður með þeim á Ólympíuleikunum en getur ekki byrjað að æfa strax þar sem hann er slasaður eftir þessi slagsmál. Hvað er Tony Parker að hunga með Chris Brown svona í fyrsta lagi? Ég segi það. Er Chris Brown, þetta er því líka fáiði maður? Ég meina, maður sem lifir með konunni sína á enga von hjá mér, það er hann. Og hann allavega var hangandi með þessum auðmingja og fekk alltaf flösku í augað og getur núna ekki æft fyrir Ólympíuleikana, verður hins vegar með Ólympíuleikun. Og svo er annað að verður samt að gefa Chris Brown það að allir sem að lögreglan er búin að yfirheyra hérna, það er meðal annars einhver 21 árs gömul stúlka sem vinnur sem módel og fleiri, vilja meina að Chris Brown sé saklaus í þessu. Hann hafi sendt flösku þarna yfir og fengið einhver leiðindabréf tilbaka. Fengið hann aftur í hausinn? Já, kom svo tilbaka og fór að spyrja Drake hvað var að honum og þá hefði menn bara byrjað að kýla á. Og Chris Brown hafi viljað fara sem fyrst, þannig að hann hafi svona verið að reyna að forðast þessi slagsmál. Þessi auðmingi. Gefum honum það. Já. En hvað er það Drake? Ég held að það verið toppgauður, hann er alveg ekki aldrei að mér. Þetta er bara í alvörni, þroskisti. Þroskisti þarna, þið þarna úti. Gerið það þarna eða eru að hlusta, Drake og Chris Brown, bara fáið eitthvað kampæni sig ykkur á hotninu og skemmtið ykkur, verið ekki að þessu ruggli. Talandi rugl og skemmtunarhald og þá ætla ég að enda þetta hérna á Lindsay Lohan. Það leiði yfir hann daginn og en nú vilja menn taka það sérstaklega fram að það var hvorki áfengi né eiturlyf í líkamennar sem er sannlega fyrsta sinn bara síðan hún var 16 ára sem að það gerist og þetta var vist bara því að hún var svo þreytt og búið að vera svo mikið að gera á henni, hún búið að vera að vinna frá 8 mótnana til 7 á kvöldin samfleytt í 4 daga. Vítt annaðins, 22 ára gömul. Stendur þetta? Já, bara þetta er það sem að hennar press er að segja, hvað segir maður, press Fjölmiðlafulltrúi. Já, fjölmiðlafulltrúin. Alveg búinn á því, búinn að vinna bara eins og skepna. Vinna eins og skepna 4 dagar, bara alveg 10 klukkutíma. Já, ég ljóta að segja, ég hef nú ekki mikið álit á Lindsay Lohan. Nei, ekki heldur. Hún er alveg bara, þetta var all leiðinni niður á við síðan hún leik í Parent Trap. Nei, gefur minni Mean Girls og Herbie Fully Loaded og svona. Það var ennþá svolítið búttinn með rautt hár, þá var hún krútleg. Hún var á toppnum í Parent Trap. Já, árið 1998, þegar hún var 11 ára. Svo allt í hennu grennist hún bara þú veist. Ég meina, svo leikur hún í Freaky Friday 2003 og Mean Girls 2004 sem er ágæta myndir. Herbie Fully Loaded kemur hann 2005. Ég tek að fram, hann er ekki með tölvu fyrir fram á sig. Þetta er bara eitt stærsti Lindsay Lohan átáðandinn á Íslandi. Já, en við óskum henni hins vegar allsins besta, er það ekki? Við viljum alltaf bara gott upp á fólk. Næsta lag, tilengað Birni Braga, þetta er það sem hann gerir leið og kemur smá sól hérna á Íslandi, hann eltir hana.
Þetta lag víst tileinkað mér, Birni Braga, en ég alltaf að elta sólina, segir þú, Auðun. Já, mér finnst það. En herru, talandi sól og gott veður, það var nú 17. júní í gær. Talandi eld einhvern. Talandi eld einhvern. Þá var ég að elda þér bíl í gær. Nei, hérna, Hvert eldur bíla? Í Húsasund. Það bara... Ok, segðu mér rétt núna bara, áður þú ferð, ég ætla ekki að stoppa. Hefurðu stolkað einhverja stelpu? Hvernig? Þá er ég ekkert að tala með kíkin og Ég enda að vera með kíki. Nei. Er eitthvað svona stelpa sem þú verður það skotin í að þú er nánast stolkað hana? Alls ekki. Ok. En þú? Ekki heldur, nú, ekki. Þú pottið. Þú varst að vona að ég myndi segja já og svo þú getur byrjað að játa? Nei, maður var viss, maður var svona viss skotin í sömu stelpum maður var yngri og... Nei, ég hef ekki stolkað neitt, en það var eitt case sem var kannski aðeins alvarlega en annað. Já, ég má vera í kringum hann í dag. Nei, ég hef aldrei stolkað neitt á stelpu. Ég lofa, en það var svona... Ég fór hans í nálægt í einu sinni. En þá ég var bara gutti. Ekki eins og bílbróðan eitt. Það var bara fyrir 2 árum. Já, nei. Þetta er svona... Hvað er ég gamall í dag? Já, ég ætti verið svona 17-18 árum. Ertu orðinn svo gamall að þú manst því hvort gamall? Já. Já, sorgleitt. Herru, ég ætlaði að segja, sko, það var 17. júní í gær. Er það bara mín tilfinning? Eða er 17. júní bara svona að fjara út? Já, þetta er einhvern veginn ekki, er það kannski að því að maður á ekki börn sjálfur eða eitthvað, náttúrulega, þetta er ekki eins og þetta var í gamla dag, finnst mér allavega. Nei, ég veit ekki, sko, þegar maður er ungur, þá náttúrulega... Þetta var the shit. Já, ég sann, sko, ég veit ekki, mér finnst bara fyrir nokkrum árum hafa verið miklu meira húllumhæ, kannski er það meira þegar það er föstudagur eða laugadagur, ég veit ekki, sko. Já. Ekki það, þú veist, mér svona, þú veist, ég bý sjálfur niður í miðbæ og ég bara tók eftir voða litlu, sko. Já, var ekki samt alveg slalla fólki á gott veður og svona og... Jú, en samt ekkert svona eitthvað, þú veist, ekkert brjálað. Já, fyrir mér þú veist, ég bara verið að segja, þetta fór bara alveg fram hjá mér, sko. Já, maður náttúrulega orðin fullorðið maður, þannig að ég hlakka ekki til 17. júní, en ég held þetta væri strax öðru þess að ég væri með börn. Já, kannski. Þegar maður væri faðir eða... En er það ekki bara líka það að Íslendingar, þú veist, það er ekkert sérstaklega mikið svona þjóðerniskend í okkur svona, eins og fyrir það, eins og Bandaríkjamenn eru bara sturlaðir, það er ekki með 4. júlí. Já, sko, Bandaríkjamenn fagna 4th of July eins og þeir fagna ammælinu sínu, sko. Já, og ég á einmitt ammæli 4th of July. Já, nákvæmlega. Ég er 8. júlí, þannig aðeins eftir, við erum bara krabbar. Já, krabbar saman. Það er samt, sko, það er alveg rétt hjá þér. Íslendingar er ekkert jafn bilaðir og kaninn þegar kemur að svona alveg þjóðernis. Kennt sko. Akkur til dæmis ekki flugeldar. Já, flugveldasýning mætti alveg vera á 17. júní. Já. En það er svolítið menningarnóttin í okkur. Já, sko menningarnótt er eiginlega orðin sko þjóðhátíðardagur Íslands. Já, menningarnótt er orðin stærri en 17. júní. Já. Men þurfum að skipta þjóðhátíðardag. Já. 14. maí. Afmælisdagur Ólafs Ragnars. Þú vilja hafa það sem þjóðhátíðardag Íslendinga. Nei, segðu það við hana Þóru Arnórsdóttir sem... Ég ætla að stinga upp á því við hana eftir. Já. Hvenær ætla Þóru í afmæli? Við erum að spyrja hana eftir. Já, hann getur kannski breytt það eða. Nei, ég held að 17. júní, það er flott dagur, það er oftast ágætt viður þarna. Já, það er búið að vera síðu upp á síkasti, það er búið að vera gott viður. Já. Þetta er, já, hvað gerðir á 17. júní í gær? Ekkert. Varstu bara heima þér? Já, þú veist, ég fór eitthvað út og bara... Það fórst í bæinn? Nei, ég fór ekki í miðbæinn, skilur. Nei. Ég labbaði ekki niður í bæ. Nei, ég skilji. Þetta er, já, ég er eiginlega sammála, þetta er að deyja pínu. En við ætlum að... Og lagið Hi-Ho, Yippie-Yay og Yippie-Yay, það er komin 17. júní, ég heyri það ekki í útvarpinu. Nei, er ekki komið gott af því? Nei, ég held ekki, ég held að það sé að vera heitt aftur. Svei mig það voru ekki allir konum með leið á því lagi, meira þess að börnin.
FM 957 kynnir Rikki G verður í samstarfi við Alibaba, Suðurlandsbraut 4, næstu daga. Þú átt möguleika á að vinna þér arabíska veislu á Alibaba. Settur like á Alibaba á Facebook og þú getur unnið gjafabréf fyrir 2. Arabískur matur, arabískt te, arabískt kaffi og arabísk tónlist. Rikki G og Alibaba. Krösu góðir saman. Endurnýjaðu kynnin með Fanta Lemon í næstu verslun. Eigðu Fanta gott sumar. Hafðu tvennt á hreinu í sumar. Sólvörnin og Víkingalottóið. Tvöfaldur pottur á miðvikudaginn. Víkingalottó alltaf á miðvikudagum. Vilt þú vera hrókur alls fagnaðar og bjóða vinnufélagunum í ævintýraferð fyrir bragðlaukana á... Björn Bragi setti þetta lag sérstaklega á sjálfur persónulega þetta Rita Ora með How We Do Party til hamingju með þetta lag, Björn. Party and Bulls. Party and Bulls, það komið til okkar hér góðu gestur, þetta forsetaframbjóðandinn Þóra Arnarsdóttir, verður velkomin. Takk að þér. Hvernig hefur það þennan mánudaginn? Ég hef það svo ljómandi gott. Já, vel fersk. Já, það er óvægt að segja. Já, hvað gerður á 17. júní? Á 17. júní fór ég niður á Víðistaðatún með krakkana og þau fengu að fara í hoppukastala eins og gengur og velja sér sælgæti, þú veist hvernig þetta er. Já, var eitthvað fólki þarna? Já, það var sletta fólki og af því að ég á upplut, þá er þetta svona tækifæri til þess að nota hann. Já. Og veðrið var frábært, svo fórum við niður á kosningamiðstöð og það var verið að syngja og tralla og tróðfyllt af kökum og bakkelsi og stemning og svo bara röltum við niður í bæ en þá er reyndar færra held ég en oft áður. Já, við vorum að ræða hérna við Bjössi, hvort að 17. júní er hann að deyja svolítið. Okkur finnst hún eins og menninganótt í orðið sko okkar gamli 17. júní. Já. Það er kannski bara því ég á ekki börn. Nei, ég held að það sé ekki bara þess vegna. Við sáum þetta líka, það voru færri, en ég held að það gildi kannski frekar bara Reykjavík. Það var stappað í Kópavogi, held ég, og það var fullt að gerast í Hafnarfirði. Þetta er bara mingi í borginni. En þar var líka í Hafnarfirði, mínum núverandi heimabæja, þar var náttúrulega kvöldagskrá og svona eins og hefur tíðkast sem er búið. Já, er það ekki lengur í bænum? Er ekki alltaf einhverja hljómsveitir og... Nei. Var það kannski að því að það var svo mikil ölvun, eða? Það var allir þunnir í bænum. Já. Í Reykjavík. Fínt að hafa 17. júní samt á sunnudegi, mér finnst það. Kósí. Já. En hvernig gengur, Þóra? Er þetta erfiðar hún helst? Að bjóða sig fram til forseta? Nei, þetta er eiginlega enn skemmtilegra en ég bjóst við. Dagarnir eru, náttúrulega, dagskrá frá morgni til kvölds, að hitta fólk og það er náttúrulega það sem þetta snýst um. Það er skemmtilegt. Við vorum hérna upp á Eyr núna hjá... Er ekki mjög skemmtilegt samt að hitta sönd liðið? Er þetta ekki að hitta neina sem er svona, fínt að lausa þetta? Það finnst þið bara allir skemmtilegir, ertu bara eins og... Hún verður að segja allir sem skemmtilegir. Nei, ég held satt að segja að þeir sem að svona langar ekkert sérstaklega til þess að tala við mig eða hlusta á mig, þeir eru ekkert að því. Þannig að því leitinu að þá hitti ég bara góða og skemmtilega fólki. Ok, en sko nú ef maður, bara síðustu svona ár, þá náttúrulega búið að vera, bara ég meina Óli búin að vera hvað, 16 árið þegar ekki. Það hefur ekkert verið eitthvað svona hörð kosningabarátta og eina sem svona þekkir af forsetakosningu, það er bara að horfa á bandaríska bíómyndir. Er eitthvað svoleiðis í gangi hjá ykkur til dæmis? Ertu að reyna að finna eitthvað, herri, já, kom höggi á hann eða eitthvað svona? Ertu með einhverja menn í skítaunni bara, herri, já, það þarf að koma þessi í fjölmiðla. Er einhver verið að reyna að gera svoleiðis? Nei, ég held að það viti allir, við erum búin að fylgjast með hans störfum í 16 ár, það viti allir hver þau eru, það þarf ekki að grafa það upp og auk þess, ég meina, þá sögðu við líka upp að við. Ef ég ætla að gera þetta, þá verður það þannig í júlí, 1. júlí þegar við vöknum, mjög seint, vonandi, og alveg örugglega í góðu skapi, að við getum verið ánað með allt. Við hugsum, mikið rosalega var þetta skemmtilegt. Sama hvernig fer, að þá getum við verið stolt af öllu. Ánað með allt. Já, nú er þið ekki stolt að þið var að reyna að grafa upp einhver kúk. Nei, en þetta eru forsetakosningar. Ég er bara að tala um svoleiðið í Bandaríkjunum. Það er allt bara að setja upp. Það er líka, það forsetaembætti er líka allt öðruvísi. Það er maðurinn sem ræður öllu. Já, en við vorum að spája að henda þér einnig smá hraðaspurningar. Ó, nei. Já, þetta er samt svona, ok, nú hefur þú verið í Gettu, hefur þú stjórnað Gettu betur? Nei, ég hef ekki stjórnað Gettu betur. Ég keppti einu sinni í Gettu betur fyrir MH og hraðaspurningarnar voru mín veika hlið. Er það málið? Já. Björn Bragi var líka í Gettu betur. Já. Ég vann Gettu betur. Já, svo fyrirgeðu, hann vann Gettu betur. Það er allt í lagi, bara að hafa stærnindar á hreinu. Þetta var nefnilega þannig, þetta er mjög dramatísk saga og hafði áhrif á líf mitt bara mjög lengi vegna þess að við duttum út í bráðabana í seinni útvarpsumferðinni að koma sem sagt í sjónvarpið og
ég var bara svo of sein að hugsa, ég man mér þess að hvað spurningin var sem sagt hvað er L í rómverskum tölum og ég vissilega að það væri 50, ég var lengi að svara og þá var sá sem var í miðinu búin að segja pass. Var þetta þá hraðaspurning? Þetta var hraðaspurning. Já. Stressast maður ekki upp í þessu? Stressast. Og svo í bráðabannanum og þá var spurt Macbeth og ég gleymi því aldrei að hann heitir Banco og nornindan voru 3 ár. Þetta var bara, nei, í alvöru. Þetta er 20 ár síðan. Það eru 20 ár síðan og þetta situr í mér og þess vegna... Þú mun aldrei gleyma þessu? Nei, ég mun aldrei gleyma þessu. Mér dreymir Macbeth á næturnar. En þannig að þegar þú segir hraðaspurningar, þá svona herpist aðeins í mér maginn. Já, og stressast bara upp. Já, en þetta er ekki landafræði. Nei, ég er ekki að fara að spyrja, skilurðu, en það... Í dag ég er góð í landafræði. Já, ég er skelfur í landafræði. Sko, málið er, ég er nú ekki sá skarpasti í bransanum, en ég er góður í trivial samt. Ég veit hellingum eitthvað sem ég þarf ekki að vita. Hvaða flokkar? Ég er rosalegur í bleikum. Já. Vá, geðu ykkur hæfileiki. Þá vorum við ágætt lið vegna þess að það er mín veikalið. Já, ég er með Gunni Mágur, við tökum alltaf skoðar, ég og það eru strákar á mútið stelpum alltaf áður að hitu upp fyrir Alias og hitu upp fyrir, við erum með svona partí og góð svona, þá erum mamma og systur mín á saman í liðum. Gunni Mágur smellir eins og flís við rass við mig. Ég er með íþrótnar á dagur og svo er hann með allt hitt. Hann veit allt, sko. Það er svo skemmtilegt þóla þegar Auður að fá forsetaframbjóðandi viðtal og hann er komin bara þegar ég og Gunni Mágur erum að spila trivial. Þetta var að koma hérna út úr hraðaspurningu. Nú ætlum við að fræðast aðeins meira Þóru, ertu klár? Þetta er bara að hreinsa hugan og segja fyrst að segja þetta í hug. Er ykkur tímamörk? Nei, en ég þrýsti á þig að þú ert of lengi að hugsa. Já, ég sé það svona bjalla. Já, maður nota bjölluna þetta. Þetta er reyndar úr morgunútvarpinu, við erum lítið með þessu. Já, ok. Þetta væri kannski ef tíminn væri búinn og þá fær hann eitthvað. Já, þú mátt henda, segja á hann ef það komið pressa. Ég skal hafa bjölluna. Og þá byrjum við 1, 2 og uppáhaldsmatur. Það er svo bara flottasta spurningar. Það er svo margt sem kemur upp í huga. Það er það byrja allt sem Svavar reddar. Ok, besta hljómsveit allra tíma? Bob Marley and the Wailers. Vel gert, uppáhalds hljómsveit. Nei, besta liði í ensku? Hvenær liðið að kalla? Kalla. Get ekki svarað. Besta bíómynd allra tíma? La Vita e Bella er uppáhaldið mitt. Björn Bragi er? Krút. Ef þú mættir hitta hvern sem er í heiminum, hver er þessu valinu? Ætli er þetta ekki bara Nelson Mandela? Fallegasti karlmaður fyrir utan maka? Halldór Norris Ásson. Uppáhaldsleikari? Verður þetta að koma strax? Já, þetta var bara að koma fyrst að segja þetta eftir í hug. Uppáhaldsleikari? Noah Weil. Hefurðu lent í slagsmálum? Ekki svona alveg, ekki sem ég slóst í bræðu mína sem barn. Ok, hver hafði betur þar? Ég. Þetta er lygi. Ok, hvað drekkur þú ætlar að gera þér glaðan dag? Rauðvín bara. Hvað kveikir í þér? Góður matur. Ætlar þú aldrei að, þetta er hérna, Sigmar Guðmundsson er? Toppmaður. Hver er skemmtilegastur á RÚV? Þetta er erfitt. Helgi Seljan. Finnst þér Páll Magnússon myndalegur? Já. Er Óli búinn að vera góður forseti? Já, mörguleiti. Þá eru hraðaspurningarna konar og við förum aðeins hvað svona slóð þig þarna, Bjössi? Það sló mig náttúrulega, hún var í svona korter að svara þeim. Ég sagði ykkur að þetta væri mjög veika hlið. Já, það eru hraðaspurningar, þú þrýstar. Ég menti heimspeki og maður þarf alltaf að vega og meta allar hliðar og horfa afstætt á hlutina og erum að svara. Þetta er kannski aðeins of djúpt farið. Já, þetta er bara svona hvað kemur og þá var maður að henda í. Mér er reyndar ánægð með upp á hljómsveit. Þegar Björn Bragi er krút. Já, ég er krút. Mjög skemmtilegt fyrir þig að heyra. Uppáhaldsleikari, hvað var það áttur? Noah Weil er ekki í bráðvaktinni þannig? Jú, mér bara flög hann í hug. Já, hann er náttúrulega út um allt. Og svo var hann með bræðina, hvað kveikir í þér, góður matur. Svo var hérna, skemmtilegastur RÚV, Helgi Seljan. Er hann skemmtilegastur frá? Það þínu mati, það er náttúrulega fullt af skemmtilegu fólki hérna. Ég er búin að vinna þarna á annan áratug og þekki það byrj hvern einasta starfsmann, hvort sem hann er húsvörður eða vinnur í mötunettinu eða ræstingum eða hverju, þannig að þetta er, þú ert að spyrja úr sko meir en 300 manna hópi. Já, þannig að þetta er mikið hrós fyrir Helga. Þetta er mikið hrós fyrir Helga, ég ætla rétt að vona sig að hlusta. Já, hann var nú hérna sem gestastjórnandi fyrir 1,5 viku síðan, tók eitt þátt með mér. Hvernig stóð hann sig? Hann stóð sig frábærlega. Var hann skemmtilegur? Já, mjög skemmtilegur. Segðu þið það? Ég kann vel við hann. Hann er skemmtilegur strákur. Snillingur. Já, en segðu mér annað, ef að svo færi nú að þú yrðir ekki næsti forseti Íslands, myndirðu fara aftur þá í sjónvarpi? Það kemur til greina. Já.
En ekkert nelt? Það ekkert nelt, nei. Við erum eiginlega búin að ákveða það þá fyrir við. Hvað til Vestmannaeyja í svona viku? Já. Viku? Já. Við tökum reyndar eitt ættarmót og stóramæli inn í það. Já. Og við leggjumst bara í heitapottin þarna í fínu lauginu þeirra og veltum við fyrir okkur hvað við höfum að gera. Ok. Má ég spyrja ef að þú og Óli væruð ekki að bjóða okkur fram núna, hvern myndirðu kjósa? Já. Ætli ég myndi ekki kjósa Svavar bara? Kjósa Svavar? Ok, en er þið eitt sem ég verður að spyrja og ég glemd að spyrja Óla. Finnst þið leiðilegt að Ásta Magnússon sé dottin út úr reisinu? Skilgreindur leiðinlegt. Finnst þér það sanngjarnt? Það er náttúrulega sanngjarnt ef hann uppfyllt ekki allar reglur. En heldur hann hafi ekki uppfyllt allar reglur? Já, ég held að ráðuneytið myndi aldrei vísa honum úr leik nema hann hefði ekki uppfyllt allar reglur. Nei, ég saknast pínu sko. Það er samt, ég veit það ekki. Er það kannski? Ég saknast ekki. Nei. Ég er komið nóg þessu. Ég er með eitt sann sko, að því að við erum spilafíklabæðir. Þú veist það er þetta veðja á forsetakostningarna sko. Já. Það er fýtt stuðull á Þóru. Já, ég veit það. 2,70 held ég. Já. Þú veist spurning hvort þú ættum að smetla góðum 100 á skalli. Nei, rólegur. Settu kannski 100 eurur á það saman. Það getur við grætt vel og bjóðum Þóru út að borða, það var vel fer. En er þið virkilega gaman að búin að fá þig hérna í Spjallþóra og við óskuðum bara allsins besta hér í FM 95 blöð. Hvað segðu mér eitt, hvað er það fyrsta sem þú gerir ef þú verður orðinn forseti Íslands? Það fyrsta? Fyrir utan það að flytja og standa í öllu því, það fyrsta sem það gerir er náttúrulega bara að koma sér inn í starfið. Já, bara poppa kampa hennu og bjóða alla velkomna. Já, og taka í hendina á starfsfólkinu og segja, jæja, nú skulum við breytta upp ermar. Ef þú verður valinn forseti, lofarðu því þá hér í beinni útsendingu og ég má einhvern veginn koma að heimsækja þig á Bessastæði? Nei. Andskottir sjálfur. Jú, þú mátt koma. Með þessum orðum kveðjum við Þóru og setjum á smá Kanye West. Þetta er Homecoming. West og Chris Martin með Homecoming. Við þökkum Þóru aftur kjalla fyrir komuna hérna. Virkilega skemmtilegu forsetaframbjóti þarna ferð. Og við þurfum eiginlega að fá alla. Mér finnst það er pínu ósangið ef að Óli náttúrulega, ég vissi ekki að hann var að koma. Hann kom sem leynigestur. Nú er Þóra búin að koma. Verður ekki að fá alla? Hvernig kom Óli sem leynigestur? Hjöppi græja það bara. Ég vissi ekki eins og hann væri að koma. Ég náði ekkert undirbúið að neitt. Já, bara hlustar aldrei á þáttinn nema þegar þú ert í honum, Bjössi. Nei, ég hlusta aldrei á hann. Ég get ekki hlusta á hann þegar ég er í honum. Nei, menn þú veist alltaf hvað er að gerast. Jú, þetta hlusta ég stundum maður. Takk fyrir það. Já, varst ekki annað með Þóru, hún var skemmtileg. Mjög skemmtileg. En þú veist, maður hlustar, ég hlusta aldrei á heilan bara frá 4 til 6. Bara svona maður að keyra og kveiki á sig fattaru. Svo kannski fer einhvers þar inn. Svo kem ég aftur út í bíl. Akkurat. Ég meina, maður hlustar mest útvarpið bara í bílnum. Já, ég hlusta langmest útvarpið í bílnum og líka þegar maður er að vinna. Til dæmis eins og þegar ég var að vinna hjá Vurt. Já, varst að vinna hjá Vurt. Ég hef aldrei heyrt það. En þá misti ég ekki af mínúti til dæmis hjá Tvíða. Nei. Það bara hlusta ég alla mána. Þú ert 9-10 höfði. Nei, ég er að segja það þegar þú ert í þannig vinnu. Þú ert að segja þessi fyndnar en Jón Gnarr. Þú getur verið svo leiðilegu, Bjössi. Það er ekki talandi við þig stundum. Ég er að segja við þig þegar ég var í vinnu af því að þá hlustaði ég ekki bara útvarp í bíl. Ertu ekki sammála því? Ég er ekki leiðilegur, ég er krút. Já, herðu reynda, Þórhildur minn var í krút. Ég er krút. Já, ég hefði spurt Óla Ragnar Grímsson, Björn Bragi hann veit ekki bara hver í fjandarum. Nei, hann hefði sagt, hann er krút. Bara Björn Bragi, ég veit það ekki. Einhver. En það er eins og að komið Óla Ragnar er mikil aðdáandi minn. Já, Óla Ragnar, hann reyndi að tala rosalega mikið mig þegar ég veit það. Þú skildir ekki vera og hvað var leiðilt að þú væri ekki. Old man. Svei mig þá, það er eins og að vera eitthvað, nei, hættu nú auðvun. Það er komið að sturluðum staðröndum og hvað er það? Mér þykir svo vendið, mér er svo gaman að vera þetta hjá þér. Þykistu vita hvað ég ætlaði að segja það? Nei, ég veit aldrei hvað kemur úr þínum klikkaða kolli. Nei, nákvæmlega. En það er eins og að komið að talandi klikkun að þá komið að sturluðum staðröndum, ertu til það? Góð tenging. Ég elskar svona tengingar. Ég ætla að byrja sturlaða staðrendir hér á að karlmenn geta stundað of mikið kynlíf en konur ekki. Karlmenn eru svín, segi ég. En vissir þetta? Já, maður getur nú kannski pinsættir þetta. Svo er það næsta sturlaða staðrend. Á hverri sekundu er eitt meira en $3.000 í klám á netunum sem að gera 390.000 á sekundu. Á hverri sekundu? 390.000 á mínútur eru? Sekundu. Ok, hvað sér það? Hverri? Já, 390.000 íslenskar. Já. Vá, á sekundu, það er mjög mikið. Já, bara sekunda, núna komið, nú komið 800.000. Miljón. Það er ekki smá mikið. Þetta er booming business. Þetta er viðbjóður. Næsta sturlaða staðarind er 62% af fólki lígur að meðaltali 2 til 3 á dag og er það ekki bara svona
Það ekki alltaf slæmt að ljúga. Nei, ég að segja það, þú veist, lygi ekkert alltaf bara, það náttúrulega, ég þekki fólk sem lygasjúkt og þekkir ekki munna þegar að segja satt og þegar að ljúga og það oft hættulegt, sko. Sko, ok, það eitt að ég verð að segja við þig bara núna eitthvað, ég og Ragnar vorum bara helgina bara eitthvað, bara pizza og eitthvað, eitthvað svona lygi, skilurðu, ef ég bara ruglaður. Bara eitthvað svona hallærslega lygi. Já, en svo annað, skilurðu, ef að þú kemur eitthvað, herru, finnst þér þetta flottur bólu sem ég í? Eða, þú veist, lít ég vel út, eitthvað svona, og ég bara, já, flottur. Þú veist, fattur þú veist. Hvaða kallmaður spyrir það þessu? Einhverju vinniðinir í þessu? Þú ert alltaf að spyrja eitthvað, þú segir eitthvað, heyrðu, ég var að kaupa. Gastu ekki fundið eitthvað svona betra heldur en herðu, lít ég vel út í þessum ból, Bjössi? Já. Ég var bara að taka nærtakt dæmi, þú ert alltaf að spyrja mig eitthvað svona, er ég í lagi? Ég held þetta sé meiri svona lí eins og til dæmis, hann einhver spurt mig í gær, eins og bara já, ég fór í mat til systur minni í gær og hún spurði mig, hvað ertu? Ég sagði bara, ég er flott maður. Ég var samt þunnur, skilurðu. Ég fór út að borða á laugardeginum og... Fannst þetta betra dæmi? Ja, mér finnst þetta var pínu lygi. Ég var samt þunnur. Já, en í staðinn fyrir að segja bara, hvaða vininn að spyrja hvort það líti vel út í þessum ból? Allir vinir mínir. Herðu, enda vilja allir vinir hvort annan. Það er komið að Það er svo góðir vinir. Næsta styrlaða staðurinn. Munnurinn á marglitu er líka rassinn á henni. Ói, ógeðslegt. Ógeðsleg marglita. Hættu þessu, þú ert eiginlega fyrir með styrlaða staðurindir. Þetta var samt fyndnar á ensku því þá heitir þetta jellyfish. Já. En hérna, ok, þetta er styrlaða staðurind. Og veitu, ok, hvað, þú veist, hún er þá bara með eitt op. Væntanlega, Bjössi. Ok. Ok. Já, ok. Til, næsta. Já. Tupac Shakur sótti hlutverki Bubba í Forrest Gump, en fekk það ekki. Styrlaða staðurind. Þetta fannst mér þetta skemmtilegt. Já, mér fannst gaman að lesa þetta. Tupac Shakur bara, þú veist, Bubba Rump, Bubba Shrimp, Trump Shrimps, Trump Shrimps. Svo er það næsta styrlaða staðurind. Suður Afríka, Írland og England eru þær þjóðir sem að googla oftast gay porn eða hommaklám. Já, það er svolítið skrítið. Írland og England. Af því að sko, hérna... Suður Afríka, já. Já, sko, ég meina, það ætti eiginlega að vera bara Kína, af því að það er fjölmennast og ef ekki þá, þú veist, þá Bandaríkina því að það er búið 300 og eitthvað milljónir þar en bara, þú veist, 80 milljónir góðu punktur, mjög góðu punktur hér. Líkurnar á deyja og hlátri eru 15 miljardar á móteinum. Ég ætla að setja 1000 kall á það. bara dollar, það er 15 miljardar dollar, það er strax safe. Já, þetta vinna. Já, tvær hæstu greindaðistölur allra tíma komu báðar frá konum. Já. Og svo er það næsta styrlaða Kemur það samt eitthvað óvart? Nei, þetta er samt styrlaða staðurind. Já. Hvar var ég? Já, Mark Zuckerberg étur bara kjöt af dýrum sem hann hefur drepið sjálfur. Styrlaða staðurind. Það er nú eitthvað bara skrítið. Já, bara eitthvað weird við það. Já. Og við líka bara í byllandi vesinu og þetta ferðast eitthvað. Já. Ég étur það bara salat. Já, þetta er ásnalegt. Já, ég held að sé stór furðulegur. Já, ég líka. Þú veist, maður kannski trúir ekkert alveg allir að þetta myndin daginn, en ég held að hann er eitthvað case, held ég. Já, hann kom í hérna Saturday Night Live fyrir svona 1 eða 2 árum, sko. Já. Og hann var svo fyndið að hann átt að leika svona, hann eru greinlega búin að segja hann hvað hann átt að gera og ég hef aldrei séð mann jafn lélegan að leika. Það var hræðilegur að leika. Svona robotic bara einhvern veginn. Já. Og svo er það síðasta sturlaða staðreyndin, það eru 2 lönd í heiminum sem selja ekki Coca-Cola og þau eru, getur þú sagt mér hvaða lönd það eru, Bjössi? Norður-Kórea. Var það annað þeirra? Segðu mér bara hvað 2 lönd þetta eru. Hvaða 2 lönd í heiminum selja ekki Coca-Cola? Sturlu staðreynd. Norður-Kórea og Kúba. Þetta er snillingur. Sjáu þetta, hann vann getur betur. Var það rétt? Hann með þykkt hár og Ray-Ban sólgleru. Stelpur. Dansað. 2 risatjöld í boði Elements og Agent.is. Margir af færustu plötusnúðum landsins í 3 heila daga. Miðasala í fullum gangi á bestaútiháttíðin.is. Eitthvað fyrir alla á bestu útiháttíðinni. Tryggðu þið miða á bestaútiháttíðin.is. FM 95 blöð. Á FM 95.
night long. Rihanna, Where Have You Been hér í FM 95 Blu. Klukkan að verða 5 og það komið að dagskrárliði sem vikulegur hér hjá okkur. Birnir Bragi og heitir Land of the Children, eða hvað að gerast í barnalandi? Land of the Children. Já. Ertu tilbúinn? Ég til og þetta dagskrárliði sem Björn Bragi heldur svolítið Barnaland steindautt þessa myndir. Í alvörunni? Já, það sumar. Deyr barnalandi á sumrin? Nei, það er bara hérna... Það fólk ekki dulegt að fara þar inn og segja frá hvað skemmtilega hluti? Það er bara ekkert krassant það inni. Nei, ok, kannski fólk að róast bara í þjóðfélaginu. Ég er bara með 4 topic, sko. Já, þú náttur með meira. Já. En ertu með góð topic, það sem skiptir máli? Nei. Nei, ok, æði. Viltu heyra fyrsta? Já, hóngáðu með það. Titillinn að þið hjálp og 20 upprópunamerki. 20? Já. Já, ég sé þetta. Þetta eru svona 15, cirka. Ég nenni ekki eftir að tala þið. 17. 17 upprópunamerki. Já. Hjálp. Og svo kemur könnun. Eða svo segir mannskjan. Þetta er pólfari sem skrifar. Getið hjálpað okkur að sætta rifrildi. Við erum að rífast hvor fallegri, kallmannlegri og bara meira kynasandi sem og betri leikari. Og það er Orlando Bloom og Leonardo DiCaprio. Já, hún þurfti hjálp. Pólfarið þurfti mikla hjálp. Hún þurfti hjálp. Herðu það sem kemur óvart í þessari könnun að Orlando Bloom að hafa betur hérna. 163 búin að taka þátt í alveg. Og Leonardo DiCaprio er klárlega betri leikari. Alveg staðfest. Og kallmannlegri. Já, ég veit ekki. Við ættum að gera hans meira að grína þessari könnununa. Við erum bara að taka þátt í henni hérna báður. Talum að Leonardo DiCaprio sé karlmannlegri og betri leikari. Já, ég veit ekki hvað mér finnst myndalegri. Nei. Orlando er svolítið kvenlegur. Já, hann líka, ég held að eyðilagt svolítið fyrir Orlando Bloom þegar hann lék í Troy. Hann var svo mikill aumingi þeirri mynd, ég hef ekki getað horta á hann með sömu augum síðan. Já. Þið finnst það ekki að fallegur lengur. Ég var ekkert að spá hvort það var fallegur eða ekki. Þú varst víst að spá því? Með hvernig leikar hann væri. Okay. Ég meina þið vinindi sem að spá í hvernig bólum þeir í og svona, þið kannski verið að spá eitthvað í. Þú ert svo fordómafullur. Bara, mega menn ekki hrifast á öðrum karlmennum? Jú, ég er bara ekki í því. Ok, ekki verið með svo fordóma. Er ég þá fordómafullur? Já. Nei. Þú ert fordómafullur. Alls ekki. Jú. Herru, svo er hérna eitt. Hipster 1, 2, 3. Já. Sem er með skemmtilegt innlegg hérna. Dóptest er titillinn. Já. Og spurningin er, ef maður hefur tekið inn eina lína amfetamíni að spýta á djamminu, hvað að lengi að fara úr líkamanum þannig að það komi neikvætt og dóptesti? Broskall. Þvílíkur hipster maður. Já, en það svarar Chris 123 held og þetta er fyrir ekkar á ágjur að þið ánættist þessu myndu. Þetta var svona skemmtilegt innlegg. Þetta er gott svar frá Chris 1, 2, 3. Já, herru, svo er hérna spurning sem ég tók út sérstaklega. Það vantar bara frá hipster 1, 2, 3. Hann segir, að spurja fyrir vinn minn. Já. Hérna, svo pekka ég á date því að þú ert réttur maður til að svara þessu. Okay. Vantar djamráð, besti staðurinn fyrir 40 ára og eldri. Það er Babu sem spyr, hvaða staðir eru skemmtilegastir fyrir restfólk fertugt er að fara út með hóp en veit ekkert hvert á að fara með. Hvert ferð þú, Eiti? Ég og mínir fertugi vinnir mínir. Já. Ég er bara út allt. Okay. Það er ekkert einhver eitt staður, sko. Ok. Svo er ég ekki fertugur. Jú. Ég er 31 árs. Hættu þessu. Ok. Herri, það er loka... En hvaða staður myndir þú mæla? Hvað fara... Ég myndi bara segja hvert sem er. Hvað sem allir eru til, bara hvernig tónlist vil ég? Já, nákvæmlega. Ég er eitthvað, þú veist, ég meina, já, ég veit ekki. Ég meina, ég á nokkra félagar sem er að verða fertugir. Það er bara að fara það sem eru skemmtilega staðir og skemmtilega tónlist. Og eru þeir alveg við fulla heilsu og... Þú ert ótrúlega með yfir það, þá eru þeir bara ótrúlega venjulegir. Slæmir í hnjánum og svona eitthvað svo leiðis. Þú geta kannski ekki dansað, en þeir bara haga sér alveg svo við Þeir geta setið þarna með drikka eitthvað svo leiðis. Ég meina, Kolb og Jöggi Gera og þeir eru bara ferskir sem er góð tónlist. Já, nei, þú veist, ég vil kannski ekki nafngreina þessa staði sem þeir ættu ekki að fara á. En þú veist, það er náttúrulega einn og einn staður sem er eiginlega bara eins og félagsmiðstöðar, það er svo ungt fólk þar. En ég er ekki bara, þú veist, getur ekki hver sem er farið hvert sem er. Það er nú haldið. Já, það er nú haldið. Já, það eru áfram með Barnalandi. Það er Spenntust sem að spyr. Já. Vitneskja framhjáhald. Ok, það er mikið rætt framhjáhald þarna á Barnalandi. Já, það eru allir að skjóta framhjá. Já, það er allir margir sem hafa áhyggjur af því þarna allavega. Já, einmitt. Við höfum rætt á þér, við verðum geta treyst hvert öðru. Það sjálfsög. Og ef að traust er ekki til staðar,
hvað höfum við þá? Ekki neitt. Rétt. Já, en hvað vill Spennust? Hvað hún að spyrja? Hlustaðu vel. Hvað skal ekki gera eða gera? Þetta hræðilegasta uppásetning á nokkur innleiki. Hvað skal ekki gera eða gera? Ég á ansi stóran vinkonuhóp og ein úr hópnum nýbyrjuð í einkaþjálfun hjá einhverri stelpu á einhverri líkamsræktarstöð sem á kærasta. Önnur vinkona mín úr þessum sama hóp hefur verið að sofa hjá manni sem frátekinn og núna síðustu helgi í partí kom sérst í ljós að þessi gaur kærasti einkaþjálfarans. Núna vill þessi sem í þjálfun hjá henni segja henni alla söguna þrátt fyrir að koma hinni vinkonunni í vesen. Báðar leita þær til mín, skil viðhorf þeirra beggja, eða frá því sem þær segja mér og nú vilja þær að ég ákveði hvað sé best að gera og ég hreinlega lost og vil alveg vera svo ráðagóða en finnst þetta bara of flókið og tvær góðar vinkonur mínar talast ekki við út af þessu einhver sem gæti verið svo ráðagóða. Já, þetta svona pínu svona Bold and the Beautiful vesen eitthvað. Þarna sko í þessi manneskja náttúrulega þessi manneskja á ekkert að vera að pæla í þessu sko. Nei. Það ekki? Jú. Jú, hún á að vera að pæla í þessu. Nei, alls ekki. En kemur þetta ekki við. Nei. Þetta alltaf eitthvað svona viðkvæmt. Það ekki? Ég sko... Svaraði bara. Hvað myndi ég gera? Ég myndi segja þeim að finna bara út þessu sjálfum. Ég myndi ekki koma nálægt þessu. Það bara... Við svo fyndi hvað fólk tilbúið eins og þessi. Bara, þú veist, hún orðin einhver fjórði aðili þarna. Og henni finnst hún þurfa að taka ákvörðun í þessu máli. Já, bara, og segir, en biður hjálp. Já. Þetta þetta ekki... Við segjum bara... Hættum alltaf framhjá og treystum hvert öðru. Já, Verum vinir. Það svona basically okkar ráð. En hvað myndir þú gera ef þú verið hennar spólum? Ef ég verið þessi pía, bara segja, heyrðu, þetta kemur mér ekkert við. Svo myndir þú bara set fire to the rain. Söngkonur betri en þessi. Adele með Set Fire to the Rain. Það ekki hægt annan að fíla þessa stúlku held ég. Ég held að það segja að það ekki hægt að set fire to the rain. Nei, það ekki hægt heldur. Nei. En fílar ekki Adele? Jú, það svona flestir, það enginn sem segir að hún Jú, pottit einhver. Já, ok. Ég get alveg myndið mér að Hjöbbi hata hana til þess. Já, þú segir það. Nei, það ekki. Ég held að hann fíla alveg einhver lög með henni. Það ekki annað hægt, hún á svo flott lög. Ég held að hann hata hana. En þið, hatur, stert orðin þeir að hlusta hér á FM 95 og FM 957 og við vorum að ræða á hann þetta Bjössi með Tom Cruise. Já. Nú hann mættur til landsins. Hann kominn. Herru, veistu, hann á afmæli 3. júlí. Já, hann hann í krabbanum með okkur og mun halda upp afmælið sitt einmitt á Íslandi. Já. Við erum að fara að halda afmælið okkar saman á Buddhabar. Þú og hann? Já, saman á Buddhabar með öllu því fólki. Já. Það er svolítið þitt fólk eða ekki? Jú, mitt og Tom Cruise. Þar eru lambalæri þín á Buddhabar. Þannig að þið verðið ferskið þar strákarnir. En segðu mér hérna, finnst þér óeðlilega athygli? Sko, já, við vorum að tala þetta með, það var hann á MBL. Já, þetta orðið pínu gamanlegt bara. Þú veist, já, ég veit ekki, þú veist, það voru myndir, það voru einhver ljósmyndir frá MBL sem var búin að mættur hann á skólaverðstíðin til að taka myndir af þeim úr fjarska. Já, svona paparazzi bara. Já, það var paparazzi-stemming. Hérna, þú veist, hvað myndir þú gera þú myndir mæta Tom Cruise út á götu? Myndir ekki segja eitthvað? Jú, veist það, ég svo mikill asni að ég gæti ekki setið á mér. Hvað myndir þú gera? Ég myndi að segja, Tom, huge fan, can I have a photo? Eitthvað svona. En bara, þú veist, ekkert meira. Ég myndi ekki trubla hann í meira en svona 10 sekundur. Ég myndi ekkert fara að spurja hann út í myndirnar hans og eitthvað svona. Þú veit að hann born on 4th of July, hvað var málið þarna með? Maður ekki svolítið illa klift þarna. Nei, en þú veist... Myndir þú bara, show me the money! Í hvað spáðu hvað þetta Nei, þetta verður svo góð áskurðulega að vera að labba með vininu bara, takk to show me the money þarna. Nei, í alveg. Þetta er gott mann ef þú heitir Tom Cruise. Ég hugsa að það sé ekkert þreyttara fyrir hann en að heyra eitthvað vitlýsing taka show me the money. Það er ömurlegt. Það er mjög gott. Það verður mjög fyndið. Sko svona skyndi á, ef ég bara allt innu Tom Cruise lappa framhjá. Ég held ég myndi segja, heyrðu, þetta mynd eða eitthvað svona. Já, ég veit hvað ég hef nefnilega lent í þessu. Já. Það var endur ekki Tom Cruise en ég veist bara... Ég kann voða lítið að haga mér í kringu svona fólk. Það er bara þannig, ég viðurkenna það. Og við sátum hérna svona hóteli í New York og vorum að fara hérna að drífa okkur út á flugvöll og ég og góðu vinnu minn á svona nettu hóteli og þegar hérna svo lappa framhjá mig, ég er náttúrulega búin að horfa á American Idol síðan ég var 21 árs, 2011, bara frá fyrstu seríu, alla þætti. Randy Jackson lappa framhjá mér, bara eins og hann var að lappa núna hérna á milli okkar. Og veist, hann var það nálægt mér og mér brá svo og ég bara, nei, Randy Jackson, huge fan
Þetta bara kom upp úr mér, bara leið og ég sá hann, ég einhvern veginn get ekki setið á mér. Hvað sagði hann? Hann sagði, how you guys doing? Og svona labbaði fram í, horfði svona á okkur sem væri bara hálfur roska og félaginn svo með mér átt í þessari ferð var ekkert svo allt bara hvað að þér? Ég einhvern veginn bara, ef ég sé svona súperstjörnur sem ég hef séð svo oft og fíl í tætlur, þá get ég ekki annað en bara... Mér finnst eins og þú þekkir hann. Já, basically. Hann vinur þinn að skjánum. Nei, ég segi það nú ekki, en ég einhvern veginn get bara ekki haldið kjafti. Já. En þú, ertu að segja mér að þú myndir ekki byggja myndið eitthvað, þú myndir sjá hann? Ég held ég reynda... Randy Jackson? Nei, ég baði ekki mynd með honum, ég er að tala um Tom Cruise. Jó, Tom Cruise. Já. Og hann myndir að byrja með að fá smeltmynd. Ekki Randy Jackson. En samt finnst mér asnalegt hvað fylgst vel með þessu hér á Íslandi. Þetta orðið, þetta var svo þægilegt fyrir svona súperstjörnur og komið til Íslands. En var þetta ekki bara málið að þá átt enginn síma? Já, bara látt hann í friði. Og blöðum voru gælt á það eins og paparazziar, eins og núna Morgunblaðið og annað. Ég samt held að Morgunblaðið sé ekki að elta Tom Cruise. Ég held að sé meira bara ljósmyndarinn hefur verið. Taka myndir eða eitthvað, skilur. Síðan svo núna, maður veit allt, það var bara frétt núna á Vísi, hann átti að vera í einhverju partí á Keksinu á laugardaginn, mætti ekki þangað, fór úr Sushi Samba, okkur veit maður þetta allt. En ég menn, það ekki bara því að hún var boðið, svo mætti hann ekki? Jó, kannski. Mundir þú segja að þú værir Tom Cruise Íslands? Eins langt frá því og hægt er. Þú varst að segja það á hann? Aldrei sagt það. En herru, hérna komin á söngari sem gæti verið með þér, stelpmálum og Tom Cruise á bútabar, Justin Bieber. Hann kemst inn. If I was your boyfriend, I'd never let you go. I could take you places you ain't never been before. Baby, take a chance so you'll never ever know. I got money in my hands that I really like to blow. Swipe, swipe, swipe on you. Chillin' by the fire while we eating fondue. I don't know about me, but I know about you. So say hello to falsetto in 3, 2, swipe. Be a Buzz Lightyear, fly across the globe. I don't ever wanna fight, yeah, you already know. I'ma make you shine bright. Justin Bieber með lagið Boyfriend. Naut og Björn Bragi með ykkur til 6 í dag hér á FM 957 og ég hef mikið verið beðinn að spila upptöku sem að átti sér staðið þessum þætti hér síðasta miðvikudag. Mér fannst nú fullsnemt að spila það á 5. eða 1. dag en það sem að nú komið mánudagur og ný vika og þetta er nú einstaklingur sem verður með mér hérna í þættinu með mitt á miðvikudaginn og heitir Pétur Jóhann Sigfússon. Hann setti inn nýja rödd í bjóð til nýjan svona útlending þegar vorum að panta okkur herbergi. Við sem sagt höfum farið í það síðustu 2 miðvikudaga að panta okkur hótelherbergi sem útlendingar hér á Íslandi og röddin sem að Pétur, einstaklingur sem Pétur hendi í hérna núna síðasta miðvikudag hefur slegið gegn á netinu og í þættinum og við erum að spila Bjössi þegar hann er að reyna að panta herbergi sitt. Ég baði þetta. Já, það er enda, þú varst ekki sæni, það margir búin að biðja þetta. Nú ætlum að heyra hér aftur þegar Pétur Jóhann er að reyna að panta hótelherbergi hérna síðasta miðvikudag og ég er búin að heyra þetta 5 sinnum og er ekki ennkomilega ás allavega. Já, ég ætla að gefa þér hérna... Má ég vera þessi? Já, jú, þessi ræðir, takk til litla ekki. Yes? Yes, I want to book a room for next weekend. When? Next weekend. We are... Next weekend? Next weekend. Weekend? Næsta vika. Next weekend. Weekend, you know, understand? Don't understand you. Now you have a hotel. Yes, can you Yes, I want to book a room. Can you send us an email? No, I don't have a computer. I stay in Reykjavik now. Yeah? And I want to go out and see country. What day? It is now Wednesday. We want to come on Saturday or maybe Sunday. Saturday and Sunday? Sunday? Yes, Saturday, Sunday, Monday. Next weekend. And not now, but the next time. You understand? No. You understand the weekend? The exact day. 21 or... No, 20... 16th? No, 23. 23? 23, 24, 25. 23, just a moment. 23, 24, 25. Hotel Ísafjörður, góðan dag, lobby. Hello. Hello. Yes, I was trying to book a room over there in next weekend. Okay. Next weekend. 1 room? No. We need 14 rooms. I'm sorry, I don't have it. It's fully booked. For 14 people? Yeah, I don't have so many rooms. I have 2 rooms. But we cannot. We are 14 people. I just have 2 rooms. Yes. And each room is for just 2 people. Yes, we are 7 people. I know. We can stay inside. No, you can't stay 7 together. Because me and my mother and father, they stay in bed. I'm sorry, it's not impossible. It is possible.
No problem. No, it's a problem. You can't stay here for 14 people in 2 rooms. It's impossible. When do you have a 14 rooms? You have a 14 room in hotel. I have 36 room in this hotel. But when is next time 14 free? I can't give you that. You just next time. I'm sorry, you just send me an email, and then I can answer all your questions. Because we can go other places and come to you after that. This is absolutely no good for me because we are taking business to another hotel. Yeah, I'm sorry, I don't have those rooms available. So you don't want my business? Yes, I do want your business, but I So don't what do you have... want? I can pay you now. Through phone. It's no problem. But you say, no, we don't have a room. Why? Because other people... Why do you say this to me? Other people are staying in the rooms. I'm sorry. Yeah, it doesn't matter. We can stay in 2 rooms. Why do you say no? Because... You have 2 rooms and you say no. It is not allowed. It is no good. It is not allowed. I'm What sorry. do you don't want I'm my sorry. money? Thank you so much for calling, okay? This is no good. I can talk to and I can tell your supervisor is no good. Yeah, I know. Where is supervisor? Okay, thank you. I want to talk to a supervisor now. Yeah, you just did. You are supervisor? Yes, I am the supervisor. So why do you tell me no room? Because it's fully booked. You can't run a business if you can't book a room for me now. Okay, then you just should call another hotel, okay? This is no good. Yeah, okay, thank you. I go really angry now. Já, þetta atriðið sem var hér hjá okkur síðasta miðvikudag og ég hveti ykkur til að fylgjast með nú á miðvikudaginn þegar að, við munum líklega reyna að panta önnur hótelherbergi og Bjössi var einmitt að segja við með Öddi fyrir mig örstuð skilabóð svo ætla ég að toppa þennan og það verður áhugavert að heyra Bjössi að toppa þetta. Ertu til í það, Bjössi? Nei, ég ekki til. Þú sagðist það að létt með það? Nei. Besta útiháttíðin, Gaddstaðarflötum Hellu, dagana 5. til 8. júlí, í samstarfi við Pepsi Max og Tuborg. Framkoma 200.000 naglbítar, botleðja, sóldögg, kuskus, blasrokka, Páll Óskar, Úlfur Úlfur, Blárópar, Sigur, Friðrik Dór, Skítamórall, Ára Lives, Ingo og Viðguðnir, Agent Fresco á Móti Sól, Why Not Jack og 2 risadanstjöld í boði Elements og Agent.is. Fylgstu með á facebook.com/besta útiháttíðin. Miðasalan í fullum gangi á bestaútiháttíðin.is. Í Eyjum, lífið yndislegt. Ertu á leiðinni á bestu og finnst þér leiðilegt að tjalda? Kíktu á rentatent.is. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. Look into your eyes, it's like watching the night sky or a beautiful sunrise. Oh, there's so much they hold, and just like them old stars, I see that you've come so far to be right where you are. How old is your soul? Well, I won't give up. Björns ekki rifin að þessu lagi. Mér finnst það svona, it grows on you. Ég þoli þetta lag ekki. I won't give up með Jason Mraz. Þetta svona... Stundum bara best að gefast upp. Það bara það sem ég segi. Þú ert bara á því að stundum bara best að gefast upp. Já. Það bara hár rétt þér. Já. En ég ætla að segja þetta frá smá fréttbjössi sem ég er að lesa og... Komdu með það. Sló með hans. Það eru hjón, það er ekki annað hægt en að vorkina, menn samt einhvern veginn er þetta gott. Það eru fólk hérna sem eru á 70-aldri frá Nýja-Sjálandi en þau skulda núna $80.000 sem eru hvað, 10 miljónir eða eitthvað svo leiðis eða ekki? Jú. Á, cirka. Og eru hún í bullandi vesinni eftir að árið 2010
Þau heita Frank og Wilma og 2010 þá var Frank tilkynnt það Er þetta eitthvað, tengist þetta Flintstones? Þetta ekki Fred, hann hétt Fred en ekki Frank En hún hétt vissulega Wilma, frábæði brandari í það það mætti að vera skemmt helgar Spurja hvort það myndi tengja það væri geðvikt Já, þetta var ræði Ég að nota þetta í nýja efninu mínu Já, hann 69 ára sem sagt, hann Frank og 2010 þá var hún tilkynnt að hann ætti aldrei meir en 5 mánuði eftir að lifa og þau ákvaða að búa til svona bucket list, veistu hvað það er? Eins og var í bíómyndinni gera svona lista yfir hvað þau vildi nú gera saman áður en hann myndi fara yfir móðuna miklu Ok, hvað er móðan mikla? Það er að deyja og svo núna árið 2012 Er það árið þín ár? Hvað sér þau? Það er árið sem er núna Já, hættu þessu og þá er hann enda við hestaheilsu og þau tóku þarna einn höllu spari fyrir nú eru nú stór skuldu og þurftu núna að selja húsið sitt þannig að þetta er eitthvað þau eiga samt ekki Mér finnst það samt gott, eiga ekki bara að vera ánægðins hjá lífi Það er samt ömulegt að halda og hafa enga að tapa, eigða öllum peningum Skipt peningar, fuck it Já, það er hárrétt Þau áttu örugglega geggjaða 5 mánuði Minningar, skilurðu, geðið gaman hjá þeim Og kallinn er þá á lífi Myndu þú vilja gera það núna, taka bara allan peningin til þess að gera eitthvað geðið til 5 mánuði? Ég segi ekki, ég segi ekki að ég myndi vilja skuldsetja mig Nei, það er sem að þau eru komin í greið, sko En ég meina, þú veist, er það ekki bara fínt? Og er ekki aðalatriðan á lífi? Ert þú með svona bucket list? Nei, ert þú með svo list? Já, svona, þú veist, það er ýmislegt sem maður væri til í að gera áður en maður myndi fara við móðunum miklu, sko Og mynda sér með Tom Cruise Já, til dæmis Því, það var sorglega bucket list Þú getur strókað eitt út, fá myndaðir með Þóru Arnórs Já, það er búið Og ég get líka stróka út fallegastökk Ég ætla alltaf í fallegastökk áður myndi deg Það ætla ég aldrei að gera Ákveðu Ég er svo lofthættur Já, ég veit að það er samt svo gaman að taka bara og eins hrættur þú ert Láta bara vaða Já, svona ángríns Ég var að deyjur hæðslu Ég er algjör aumingi Ég held að viti það nú flestir sem hafa fylgst bara með fjölmjölum það sem ég hefur að gera í fjölmjölum síðust 10 ár Ég er algjör bara rævill Þetta er samt, maður á bara að gera þetta Þrjullar sér, ég skeit næst í mig Ég er ekki grínast, þú fær nú að sjá það hérna eftir 3 vikur eða eitthvað Þetta var viðbjóður, ég hef aldrei verið svona hrættur En samt sé ég ekki eftir þessu, ég veit ég orðuglega ekki eftir að gera þetta aftur að fara í fallegastökk, en sé ekki eftir Mér finnst það gott Já, maður á að kýla bara á þetta einhvern veginn Ég fór í teigjustökk einu sinni Ok, það er eitthvað Já, það er, segjum við þá, það er ekkert svo langt frá Hvað er svona, ertu ekki með neitt á your bucket list? Er ekkert svona Þú veist, ég er alveg með eitthvað, ég er ekkert með að skrifa niður Nei, ok, en segðu mér, hvað er á þínu lista? Hvað verður til að gera árum til dag? Eða, hvað veistu og ætlir að gera árum til? Ég þarf að fá að hugsa þetta eins ok Setjum bara vingunaðan í staðinn Ok Ásins að mati hlustenda FM 957 Hún var hérna sem gestastjórnandi síðasta föstudag og stóð sig eins og hetja Þórunn Antonía Hún var líka í Neslauginni í hádeginu Með lagið Too Late Já, voru þið saman í sundi? Við hittumst Ok Og það er ekki kósí bara, þáttastjórnundur að hittast í sundi Við vorum bara eitthvað, hei, býttu vó, ég kannast þig Ég hafa svo saman í þætti, Skemmtilegt Já, kósí Hlóum eins og vittlýsingar Já, talandum að hlæja eins og vittlýsingur og þá ætlum ég að segja ykkur hérna frá 5 atriðum sem Haffi getur ekki verið án Sumlin Hún var í þessu hérna daginn, hún Marín Manda kærastan hans Svessa Bergmann og ég stríti honum nú aðeins á því og þetta er einhver skemmtilega leikur hjá Bleik.is það sem þau eru að fara yfir svona 5 atrið sem einhverjir geta ekki verið án Sumlin Ok, ég er ekki búin að sjá þetta, hvað er með þetta? Ok, tónlistamann Haffi, hann er með 5 hluti sem hann getur ekki verið án og Númer 1 hjá honum, sem hann getur ekki verið án Sumrin, er sólavörn númer 50. Sættum okkur bara við það. Föla íslenska húðin á ekki séns í sólina. Sólavörn númer 50? Hvað er hann albinói? Ég veit það ekki. Hann er bara að ferðast eitthvað strákun. En þú getur alveg verið án sólavörna númer 50 hér á Íslandi, það er nokkuð ljóst. Ég hef einu sinni borðað með sólavörn í sumar. Já, hvað þá 50? Það var bara þegar ég var orðin eins og bara steikt bacon Þannig að það var sól í viku Færi maður ekki 10 eða 15 eða eitthvað bara? Jú, bara, og þegar út orðin vel rauður og ætlar að vera í 7 tíma Já, en allavega, hann getur ekki verið án sólavörn númer 50, hann Haffi. Svo er það næsta sem hann getur ekki verið án og það eru heitar stuttbuxur. Uppáhald stuttbuxurnar mínu eru svipar og stuttu þröngu boxerbuxurnar. Wanna show off this world class body og
Það sem hann kallar heita stuðbuxur eru sannlega einhverja ljótustu stuðbuxur sem ég séð ef að marka má þess að mynda hann aðeins. Sko, ok, ég er búinn að opna þetta. Er þetta ekki kona sem er í þessu? Því að það er allavega ekki neitt pláss fyrir eitthvað drasl þarna í klóinu, sko. Nei, það er ekki hægt að kalla þetta heitar stuðbuxur. Ef þú ert í þessu í meira en 2 skipti, þá ertu allavega ekki að fara eignast börn. Nei, og tala skringilega. Já. En allavega, hann getur ekki verið án sólavarnar nummer 50 og heitar stuðbuxur. Við erum að fara einn yfir hvað Haffi getur ekki verið án sumrin. Settir fast í liðurinn, hvað getur Haffi ekki verið án? Já, við höfum við þetta einn svona ári. Svo er það sólgleru. Flott pör á sólgleru, segja svo mikið persónleikaðinn. Ray-Ban uppáldið að mér. Ég þekki nú einn strák sem er með Ray-Ban gleru hérna inn í stúdíónu. Það er ég. Já, hvað? Ræðir. Þau eru bara sammála því að Ray-Ban, þeir getur ekki verið án þeirra á sumrinni það. Og hvað? Hvað er þetta ekki við skín? Stökkt ekki á mig, maður, verð ekki svona árið. Stökkt ekki á mig, gauðir. Ég veit að þetta er lélegt, stökkt ekki á mig. Mér finnst það gott. Mér finnst það að við byrja að nota þetta. Stökkt ekki á mig. Ef einhver er að ásaka mann eitthvað, hei, gauðir, stökkt ekki á mig. Ok, fyrir ekki alltaf á. Þið getur nú stokkið á mig. Svo er það, næsta sem hann getur ekki verið án, og þetta kemur nú ekki óvart. Haffi getur ekki verið án tónlistar á sumrin. Hellá, hann er tónlistarmaður. Það verður að vera tónlist í kringum hann þegar maður gerir eitthvað sumarlegt. Það er bara regla, punktur. Það segir Haffi. Svo er það síðasta sem maður getur ekki verið án, sól. Verður þér út miðaði sólina og farð eitthvað, segir hann. Snillt. Þess vegna held ég að hann þurfi að vera með vörn nummer 50 af því að hann getur ekki verið án sól og hann virðist elta sólina. Hann er chasing the sun. Já, þetta er allt, sko, hann ætlar að vera bara. Þetta er svo, þú veist, hann er hann í þessum, sko, sorry Haffi, ógeðslegu stuttbuxum. Já, viðbjöður. Með sólgleru og tónlist í eyrunum, í sólinni. Með vörn nummer 50. Já. Hann með þetta alltaf á sig bara. Já. En samt gaman að sjá það þegar Haffi svarað tölvupóstum. Ég er svona grun að hann hafi svarað 5 atriði sem hann getur ekki verið án sumrin í gegnum tölvupóst. Já. Og hann svarað þeir bara á íslensku. Það er ekki svo þegar hann að tala when he both talks Icelandic ef hann feels like it, skilur við. Já. En hann virðist bara svara á íslensku. Já. Skemmtilegt. Ég ætla að segja, að því að við vorum að tala um svona ensku og íslensku, sko. Ég sá eitt kvót daginn sem var svo geggjað, sko. Það var svona gæi sem skrifa bæði íslensku og ensku saman. Og hann kom með kvót sem var, sko, fólk getur ekki verið people without being þau sjálf. Já. Þetta er bara mjög gott kvót og... Þú ert alveg sammála þessu. Það er ekki hægt annan en að vera sammála þessu. Já. Hvað lag er þetta? Þetta er Sweatsheart með föstudagslagið og þetta er One með U2. Rétt. Á Alibaba á Facebook og þú getur unnið gjafabréf fyrir 2. Arabískur matur, arabískt te, arabískt kaffi og arabískt tónlist. Rikki G og Alibaba. Frusu góðir saman. Vertu ilmandi á ströndinni með sólarvörn frá Hawaiian Tropic. Fáðu smá pening. Svona. Hraðpeningar.is. Opið allan sólarhringinn í Skeifunni, í Garðabæ og á Eiðistorgi. Hagkaup. Einferð, betra verð. Pepsi Max og Tuborg léttöl kynna í samstarfi við N1. Þjóðhátíð í Eyjum 3. til 7. ágúst. Deildu myndavél í þjóðhátíðafíling á Facebook-síðunni okkar facebook.com/þjóðhátíð og þú getur verið á leiðinni í Dalinn. Við gefum 2 miða í hverri viku fram að þjóðhátíð. Náðu þér í miða á dalurinn.is. Dalurinn býður. Þjóðhátíð í Eyjum, lífið er yndislegt. Strákarnir í Muse með lagið Undisclosed Desire hér í FM 95 Blö á FM 957. Björns er búin að vera með okkur sem 4 í dag. Klukkuna vantar 12 mínútur í 6 og þá er komið að dagskrárlið sem er hér á hverjum degi og heitir Lagið á leiðinni heim. Hvað ertu með fyrir okkur þar? Sko, ég er pína svindla því ég er að fara að setja á lag sem ég hef sett áður, sko. Ok. En mér finnst það bara svo ógeðslega flott og var alltaf inn að hugsa hvað mér langaði að heyra það núna, sko. Já. Þannig að ég held líka að þetta sé það flott að þó að fólk, ég held að sé enginn í bílunum sem hugsa núna hann spilaði þetta fyrir 5 vikum, eða eitthvað svona. Ok. Ef þetta er það gott lag, ertu ekki sammála því að þá bara, hvað vill maður heyra? Sko, þú veist, nú er til dæmis lagið Society með Eddie Vedder í miklu uppáldi á mér, en ég er búinn að heyra það á hverju meðanasta mánudegi allan vetur. Nei, ekki næsti. Hvað er helmingin? Já, ok, þannig, helmingin, skal gefa þér það. Það er svolítið mikið. Já, en þetta er lag sem hefur bara einu svona áður pottet fyrir að spila á FM 95. Sometimes enough is enough.
En ég held að fólk getur að fyrirgefa mér þetta, af því þetta það ógeðslega flott lag og það Hvað er að tala um? Bara einu sinni verið spilað hér áður. Þetta lag, með svona nokkuð þunglindislegan titil á sér, en alveg viðbjóðslega flott. Það hérna. Þessu lagi, Band of Horses með The Funeral, þetta var lagið á leiðinu heim, vonandi hækkuðu sem flestir Gullfallegt. Hækkuðu sem flestir í þessu lagi, svona fínasti mánudagur í þessu. Örugglega allir spenntir fyrir leikjunum í kvöld sem eru á Evrópumótinu. Hvað er svona með einhverjum helduru? Herri, já, það er, mínir menn duttu út með 0 stig, Holland. Já, þú hélst með Hollandi? Já. Með einhverjum helduru núna, fyrst að þeir eru dotnir út? Ég veit það ekki, sko. Nei, Rikki G, þessar buxur tattúverðar á þig, eða? Þú ert búin að koma í sömu buxur núna 4 daga í röð. Það slögt á þessum mæk hana, þú ert bara í raunin að tala við. Alltaf þér í golfi á ferði í þessar buxur, þegið! Áttu bara eina golfbuxur? Ég er vitni hérna í þessu máli, fyrir viku, þá kom Rikki hérna. Í þessum fötum? Og manstu, ég óska hann til hamingi með sigurinn í keppninni. Já. Ljótustu fötin. Ljótustu föt allra tíma. Já. Og hann neitar að þroskast. Herru, þetta eru bara svo góða sóan buxur, það er svona... En veistu það er alltaf að vera í golffötum. Áttu bara eitt, þú ert alltaf í golfu, út með 5 í forgjöf. Áttu bara eitt galla eða? Nei, ég á nokkra, en ég er ekkert að splæsa þegar. Ég kem með nýjan gallan á næstu helgi. Rikki, þú getur verið mjög þakklátur að vera í útvarpi en ekki í sjónvarpi, sko. Það væri búið að kippa þér að skjánum strax. Ef þú er alltaf í þessum fötum, það er nokkuð ljóst. En eins og heyrið, kæri hlustendur, þá er Rikki getur ekki neitt mættur í stúdíóið og ætlar að vera með eitthvað 9 í kvöld. Er ekki 9? Jú, það er hárrétt. Hann ætlar að kokka upp á einhverjar topp tónlistir. Hvað ætlar að gera, Rikki? Ég? Hvað er framöndan? Það er bara nýjasta í tónlistinni og við ætlum að kíkja aðeins í... Ég er ekki alveg búin að ákveða þetta ennþá. Er þetta topp tónlistastöðin? Já, það ekki. Hvað varst ánægð með The Funeral hérna hjá mér áðan? Nei. Nei, að ég fekk SMS frá Heiðar Austmann líka. Ég fekk SMS frá Heiðar Austmann, auðvitað hætt að spila iPod-iðin. Það er svona að maður hendir á einhverju lagi sem maður fílar í dællur og þá fær maður bara kúk. En Rikki ætlar að vera með topp tónlist fyrir ykkur til 9 kvöld. Takið vel á mótunum, Bjössi, alltaf ég gana að vera með þér. Sömuleiðis. Við sjáumst hér næsta mánudag. Nei, ég er í fríi næsta mánudag. Já, hvað er það að gera? Hvað er það að gera? Bara vera ég sjálfur. Þú hlýtur að finna eitthvað til að leysa mig af þennan mánudaginn fyrir þig. En ég verði hérna morgun eins og er með Sveppa og á miðvikudaginn með Pétri. Þannig að það er, þétt dagskrá framundan í FM 95 Blöð. Takk ég vel að Rikka og við ætlum að enda þetta á óskalagi sem að Björn Bragi fekk í gegnum síma sinn. Payphone, Maroon 5. Einhver stelpa sem hann hitt að búta bara eitthvað, ég veit það ekki. Herru, takk fyrir hlustunni í dag. Bye. Ekki missa af líklega bestu endurkomum ársins. Sóldögg. Miðvikudaginn, alltaf 850 milljónir í boði á lengsta degi ársins. Víkingalottó alltaf á miðvikudögum. Ítalía, Írland og allir hinni leikirnir á EM eru á lengjunni. Taktu þátt í leiknum og tippaðu. Lengjan. EM veisla Dominos.